Við ætlum að bregða okkur til Austur-Asíu. Við gerðum það svolítið í síðustu viku, þá kom Ragnar Baldursson til mín og ég talaði við hann í tveimur ítarlegu viðtölum Kína og við vorum náttúrulega ekki búnir, þannig að við munum líklega halda því samtali áfram seinna. En ég ætla aðeins að dvelja þarna lengur og nú komin til mín Jón Egill Eyþórsson sem er doktorsnemi í kínverskri heimspeki. Sjálfstætt starfandi fræðimaður. Já. Og þú búið í Kína og Kóreu og Japan. Já. Og svona í framhaldi af því sem ég talaði við Ragnar, að þá langar mig kannski að byrja kannski aðeins svona í Kóreu og Japan, af því að nú við, eins og þekktur orðið, við erum í heimi sem í breytingum, að fara úr einpóla heimi yfir í fjölpóla heim og Kína að rísa upp og ég meina orðið viðskiptaveldi og margir í Bandaríkjunum sem að segja að þetta sé óska andstæðingu þeirra. Þess vegna verði Trump að búa til frið við Pútín svo að missi ekki Rússlandi í fangið á Kína og þú þekkir þetta. En svo þessi lönd, þarna Kórea, eða Suður-Kórea og Japan, sem ég held að Bandaríkjamenn líta á sem sína bandamenn og lykil lönd til þess að hindra uppgang Kína í Austur-Asíu. Já, ég veit ekki hvernig Bandaríkjamenn líta á það, sko. Nei, en hvernig líta, ef að byrja í Kóreu? Já. Hérna, nú þeir eiga reyndar ekki landamæri að Kína, það hérna Norður-Kóreu á milli. Já. En sögulega Kína stóri nágranninn. Já. Og kannski þetta tipla á tánum í kringum hann eða getur augrað honum eða má pota priki í augað á byrninum, þá rís hann upp og slærði. Já, eða dreganum, þessu tilfelli, ef að rússinn björnin. Já. Það vissulega verið mjög flókið samband á milli þessara ríkja í gegnum tíðina. Og þó að landamærin liggi ekki núna að því, sko, þá ekki hægt að tala Suður-Kóreu og þess að tala líka eitthvað Norður-Kóreu. Já, sko, það sem einkennir kannski rosalega mikið Suður-Kóreu konfúsíuska hefðin sem þeir taka upp hérna þegar að Choson konungsríkið hefst 1644 minni mig, ég ekki góður í ártölum. Og hérna verður eitt lengsta konungsveldi bara sögunar á plánundunni. Það líður undir lok síðan þegar að Japanir ná völdum, ná tökum á Kóreuskaganum. Það hérna kannski lýsir rosalega, þá setja Kóreubúar sig svolítið í þá stöðu að vera litli bróðir Kína og lifa í menningarsvæði Kína á öld Kína. Já, og vera eins og við gerum í Bandaríkjunum. Tökum yfir menningu Bandaríkjana. Það var alveg sambærilegt, já. Þeir allavega, sko, og það mjög konfúsíst vegna út af því hvernig hans dygðir í sambandi við fjölskylduna að litli bróðirinn hefur þá stöðu að standa með stóra bróðir. Sem þeir gerðu verulega mikið og Kína bjargaði þeim stundum, þegar Kína reyndi líka náttúrulega að leggja það undir sér stundum. En við vorum að reyna að tala daginn í dag. Já, hvernig þeir hefðu. Við getum kannski staldrað þess við í Kóreu því að Kóreu líka eitt af þessum undrum. Það eru umbreyst samfélagið frá stríðslokum. Líklega bara óþekkjanlegt. Já. Af því að við erum ofta að tala það varðandi Kína og uppgangin á Kína og kannski síðustu 30 árum pluss. Já. Að það á það náttúrulega sama við Kóreu að það er umbreyst yfir í svakalegt neyslusamfélag, eða ekki? Jú, góður, ég verður stundum óklátt en og þó ekki vera jafn mikið hérna á Íslandi þegar ég horfi á neysluhyggjuna. En já, það öðruvísi en Kína samt, sko, og þegar að í stríðslok, sko, þegar að Bandaríkin frelsa Kóreuskaginn losnar undan völdum Japana, þá var samt, sko, þau áhrif sem Japan var búin að hafa á Kóreu samfélag voru gífuleg. Þannig að þeir voru líka búin að Japanvæðast mjög mikið.
Og hvað að Japan væðast? Já, í þessu tilfelli kannski var það að nútímavæðast tölvöld, því þeir voru mikið að taka á móti sem sagt, modernisma í gegnum Japana. Kórea, þetta var náttúrulega hræðilegu tími á margan hátt, það flókin saga, en það var ekki allt ég meina, velstæðir íbúðar þegnar japanska heimsveldisins sem voru kóreskir skruppu stundum til Tókíó og þú veist, á óperu eða bíó eða eitthvað og Ríka fólki hefur það nú oft ágætt bara. Já, ég nú mína skoðun á þessu kvistlingsfyrirbæri, sko, það oft þetta menn sem bara að reyna að gera gott úr slæmri stöðu, sko, og þetta flókin saga, allavega þeir í lok stríðsins þá Kórea með töluvert mikil japanska áhrif og En vilja til þess að gera upp við þá sem að unnu með vonda hernámsliði? Ég veit ekki alveg hvernig það gerðist, en þeir enduðu nú bara á því að vera í sínum stöðum áfram, sko, og að hluta til vegna þess að Bandaríkjamenn voru sem sagt kunna ekkert kóresku, en þeir kunnu smá japansku. Þeir voru búin að vera að díla við Japan lengur. Þannig það var bara það infrastruktúr sem var fyrir var eiginlega látið haldast. Þetta var allir reiði eina af ástæðanum fyrir því að kommunistar risu síðan upp í Norður-Kórea. Já, en já. Það hefði ákall eftir uppgjöri eftir hernámstíman. Það er náttúrulega, það hefði borist fregnir hingað af illri meðferð Japana á kóruumennum. Mikil svona yfirburðahyggja hjá Japanum að kóruumenn séu óæðri. Jú, hún er vissulega til staðar og ég reyndar sko, í því háskólasamfélagi sem ég var í Japan, þá var ég aldrei var við neitt annað en frekar viðsýnt fólk sem var ekki með svona fordóma, eins ég veit að þeir voru grassöruðu í japansku samfélagi og á þess að ég ætla eitthvað að vera að dissa Japani, sko, þá er þetta sterk tilneying í þeim, í þeirra mörguleiti stórkostlegu menningu, sko, að vera, þeir eru spes. Og mest spes. Og best spes. Já, allir eru spes, en þeir eru meira spes en aðrir, eða eitthvað svoleiðis. Já, byrju, hvað voru að tala um? Umbreytinguna sem verður á Kóreu. Já. Eftir stríðið þá margar aldir af áhrifum frá Kína og síðan nokkrir áratugir af Japan? Japan, sem að umbreytingarnir síðan eftir stríðið, náttúrulega svo skellur á Kóreu stríðið og allar þær hörmungar. Þetta er náttúrulega kannski veltækt saga, svo kemur hann fyrsti forsetinn var settur af, ég man ekki hvað hann heitir í fljótu bragði, Park Chung-hee sem var síðan einráður með herrföringjastjórn í meira en áratug, 2 eða eitthvað. Það endaði allt voðalega illa. Ég kem fyrst til Kóreu þegar að lýðræðisöflinur aðeins byrjuðu að hreyfast. Það var 1991 held ég. Og svo kem ég næst 1997 og þá ég sá mikla breytingu þá. Og betur maður svo hvernig þá breytingin? Já. Er fólk opnar það eða laust við ægivald herforingjastjórnar? Já, algjörlega. Það er náttúrulega svo tilfinning sem að ég myndi segja að þessi hafi verið sterkust og það var frjálsari umræða alla hluti. Reyndar, þegar ég kem til Suður-Kóreu 1991 þá talaði ég ekki orðið kóresku, nýja japansku, ég var svona svolítið að þvælast bara mállaus. En svona ég fekk impression á borginu og fólki. En uppbyggingin var náttúrulega hún var byrjuð löngu áður. Park Chung-hee, einræðisherrann hann mér skilst á því sem að ég lesið það að hann hafi nú ekkert hlustað á Bandaríkjamenn og þar að leiðandi tekist að bjarga Kóreuskaganum frá því að verða þriðja heimsríki. Og hann var menntaður í japanskum herskóla. Hann var þannig sennilega nokkuð hrifinn af japanskri menningu eða einhverjum hlutum hennar og svo er það náttúrulega eiginlega hlálegt, sko, þegar að þessi 2 lönd eru á margan hátt svo lík. Þeir
ég veit ekki með etníska hluti, sko, en bara menningarlega. Tungumálin eru líka. Báðir leggja rosalega mikla áherslu á þetta konfúsíuska fyrirbæri sem er ritual eða propriety, siður kannski bara einfaldlega. Og þannig að þetta er alltaf kurteist fólk. Á meðan að þú ferð til Kína, sérstaklega Rauða Kína, þá er svona ákveðin, þeir eru meira diamond in the rough. Á meðan að Japanar og Kórubúar, þeir leggja ríka áherslu á hvernig þeir koma fram, og meiri kannski. Leggja áherslu á kurteisina. En Kórubúar eru samt með Japani, já, þetta eru óskup mikil alþýðisbyggi og bara svona hugsanir, en þeir eru meira með tilfinningarna sínar úti, á meðan að Japanir sína þeir ekki. Þannig að Japanin, þú veist aldrei hvort hann er að hugsa með, þetta er meira fíblið á meðan þú ert að tala við hann, en ef það væri Kórubúi þá myndi hann sennilega alveg sína þeirra, ef hann er þættið svo. Já, ef við vorum að tala breytingarnar. Já, á samfélaginu. Já, á samfélaginu, já. Það er herforingjastjórn sem að sumuliti innleiðir svona, nútímavæðingu í samfélagsins, ef við getum kallað það var nú kallað það stundum. Já, algjörlega. Innleiði kapitalisma Já. Og einhver leiti er blendin hugsun kóruðumanna til þessa tíma, þetta er uppgangstími, en þetta er líka tími þar sem að lýðræðið átti Já, þú sagðir að hann kall á uppgjör. Ég held að það sé ennþá í gangi og taki bara... Sagan er erfið. Já, hún er erfið. Það er hernámið, herforingjastjórnin. Já. Að mörguleyti held ég að Evrópa hafi tekið meira skilvirt af þessu, sko, og tekist að gera upp allavega þó nokkuð, sko. Eða falið það betur. Já, falið það betur. Já. Þannig að þetta er kannski svona þættir sem eru í stjórnmálasögu Kóreu, eins og þú nefndir uppgang kommunisma í norðrinu hafi verið eiginlega drifið að hluta til áfram af kröfum uppgjör gagnvart hernámstíma Japana. Já. Þannig að það blandast oft í svona eitthvað svona sem er þá þjóðernisleg afstaða hver stóð með henni réttu Kóreu. Já, mikið rétt, já. Og litar inn í stjórnmálum. Já. Það var nú Ég er nú ekki stjórnmálafræðingur, en já. En það var í síðlega vetur að það var svona hálfgeð uppstótt í stjórnmálum þarna. Heyrðu, já, hann ætlaði að taka sér til herlög, að taka sér aukið vald, fórsetin. Já. Og var eiginlega púað niður af eiginlega öllum. Já, þetta var svolítið hlálegt, sko. Líka hernum, sko. Já, og þetta var bæði hlálegt og stórskaðlegt náttúrulega fyrir þjóðfélagið. Nú er... Já, ég eins og ég segi, ég er ekki stjórnmálafræðingur, ég segi þetta nú meira eins og bara brandara, en það er alveg hræðilegt hvað Suður-Kórea virðist hafa verið óheppin með forseta í gennum tíðina. Af hverju er það? Er þetta, stundum er það sem svona æðstu stjórnmálin ganga í erfðir í ættum, það getur verið vandamála til dæmis í Indlandi. Já. Stundum er þetta skrýtnir stjórnmálaflokkar sem eru samtengdir viðskiptalegum hagsmunum eins og gæti verið málið í Japan. Já. Og þeir myndur aldrei orða þetta eins og þú segir að þeir hafa verið óheppnir með forystumenn, ég held að Japanar myndi ekki segja það. Sennilega ekki. Nei. En það gæti alveg litið svo á að horta auðvitað frá að það væri nú gott fyrir að fá kannski menn sem er ekki alveg svona innvinklaður í einhverja viðskiptablokkir og... Akkurat, já. Jú, vissulega. Þarna er þekking mín lítil, en það sem ég heyri frá Kóreubúum er að, þó þeir segja það kannski ekki beint út að þeir hafa verið óheppnir með forsetakinnum tíðina, þá er sú gremja heyranleg í umræðinni. Oft svona töluvert bjartsýni að fylgjast einhvern sko nýja frambjóðanda sem á svo einhvern veginn virðist alltaf valda vonbrigðum. En hvað er fólk að biðja um? Hvað er það sem fólk væntir frá stjórnmálum? Nú vantar ekki efnaðislega velmögunana, eða? Nei, en það er náttúrulega oft, ég held að séu, þetta er bara spurning sem vantar jöfnuð og réttlæti? Það vantar að hluta til, það vantar náttúrulega, já, og skipting gæðana í samfélaginu er oft svolítið á brotinum. Eins og sést í kórenskum bíómyndum,
þar yfirleitt sko stéttaskipting alltaf áberandi, svipað og í frönskum bíómyndum, maður sér alltaf stétta vingil, en sem aldrei í íslensku bíómyndum, bara þekkist alltaf. Nei, við erum ennþá kannski með þá rangumund í hausnum að við séum ekki með stéttir. Já, en þetta svolítið áberandi í kóreuskum bíómyndum, að hvað stéttirnar eru, maður finnur fyrir stéttakúun og stéttabaráttu. Já, einmitt. Þú nefndir Indland, sko, já, það svona, þeir eru náttúrulega með sitt kastsystem, sko. Í konfúsískum samfélagum þá þetta meira að það sé ákveðin stéttaskipting sem svona, sem að sé náttúruleg og eðlileg. Og núna ég held að mikið af kröfunum sem eru núna í kringum, ég að tala frá heimspekilegu vinkli náttúrulega, að frekar sögulegum. Endilega bara. Að það fólk sem meira núna, það að blandast inn hugmyndir lýðræði og jafnrétti sem blandast kannski ekki svo vel við kínversku heimspekilega. Mér finnst þau blandast svolítið illa við konfúsísma sem að ég ber þó mikla virðingu fyrir á margan hátt, sko, en á sama tíma finnst mér ekkert endilega að við séum að höndla þessi mál rosalega vel á Vesturlöndum. Að hvort að heimspekin, hvort að konfúsísinu með sitt svona frekar stífa kerfi á hlutverk fólks, frekar stéttaskiptingum. Hvort að það sé ekki heilbrigðara í raun og veru heldur en einstaklingshyggjan sem að grefur svolítið undan skynseminni á Vesturlandabúum oft. En hefur haldið innrið sína til Kóreu, einstaklingshyggja, eða ekki? Jú, sannarlega. Það fylgir neyslu samfélagi nútímans. Já, einmitt. Þannig að það svona menningarlegur flekaskil. Algjörlega, já, vissulega, já. Má ég aðeins, ég pína þig til þess að tala stjórnmál. Flokkakerfi sem þarna, það ekki byggt á svona eins og, það er ekki sósíalískur flokkur og kapítalískur flokkur. Nei, það nú gjarnan fleiri en eitt flokkur, sá stærsti sem hefur alltaf verið stærstur, þeirra sjálfstæðisflokkur svolítið, ekkert. Valdaflokkurinn? Já, hann Já, hann fullur af fólki sem bæði duglegt og sem spilt og alls konar fólki, sko, ákvæmlega eins og sjálfstæðisflokkurinn okkar. Svo miðjuflokkur sem var með kjörtímabili núna á undan honum sem ég man ekki hvað hann heitir. Nei, sem spilaði út. Sem spilaði út þarna með herrlögin. Það svona kannski, ég veit það ekki, frekar demokratar heldur en samfylkingin, sko. En samt gefa sér svolítið út fyrir að vera róttæka og svo eru minni framboð, þau eru yfirleitt frekar hægra megin, finnst mér. En ég get ekki verið í Suður Kóreu og sagst vera sósíalisti því þá myndi það þýða að ég verið að styðja stjórnvöld í Norður Kóreu. Já, það hefur þá merkingu. Það ljótt orð. Já. Það svolítið gaman að það næstu verra heldur en í Bandaríkjunum. Næstum því, já. Ég þekki ekki Bandaríkin af eigin hendi, fyrst, en ég þekki náttúrulega Bandaríkin með allan heim, en jú, þeir eru lögum komnir yfir þetta, þannilega, það engin McCarthyismi, en á meðan að Norður Kóreu til staðar, þá verður kommunisti sérstaklega ljótt orð í Suður Kóreu. En væntingar sameiningu ríkjana, það lifandi eða? Það lifandi. Eða lifandi dautt? Hugsanlega. Það haldi lifandi en kannski enginn að rekna með því að gerist in our lifetime eins og eitthvað maður sagt. Eða hvað? Heldur það að góðum menn upplifi það ef að maður á þínum aldri sem býr í Kóreu, upplifi það að þetta muni gerast á meðan hann uppi? Ég held ekki. Þá þetta náttúrulega bara pie in the sky eins og sagt þér. Já, en samt, þú veist, eins og Ragnar talaði svo skemmtilega langtímamarkmið og skammtímamarkmið. Þá og þetta gífurlega sérstakt ástand líka vegna þess að Norður Kóreu ríkt af auðlindum og reyndar vinnuafli líka. Suður Kóreu að fara í krísur bæði með vinnuafl og auðlindir af því að þeirra ekonomía nú ég heldur ekki ekonomist en byggir svolítið á innflutningi og framleiðslu á vinslu á hráefnum og
eða kannski ég að tala Park Chung-hee tíman núna, meira náttúrulega tekniveldi í dag. Margt af því sem að við erum að nota frá Kóreu. Já, algjörlega. Já, bara þessi mynd sem að maður gæti ímynda sér ef maður bjartsýnn að ef löndin gætu sameinast og það gengi þokkalega, það væri það gífurlega mikið, náttúrulega, mikil plús fyrir bæði löndin. Og Suður-Kóreu vantar eiginlega fólk, það ekki? Það fallið fæðingatíðnin, fallið? Já, fellur, samfélagið eldist. En hellinga fólki fyrir norðan? Já. Fólk að flýja yfir? Eitthvað. Í háskólanum mínu var einn strákur maður á mínum aldri sem að var slíkur flóttamaður. Ég náði aldrei að ræða við hann það, sko. Ég fekk einhvern tímann pakka af norðurkóreískum sígarettum hjá hann. Ég hef aldrei reykt verri á ævinni og ég hef reykt svona blue collar japanska sígarettur. Hættur að reykja, tekst fram. Já, ok, en já, fólk flýr yfir. Fólk sem kemur yfir, ég held að lendi oft í því að vera svolítið svona, eitthvað svona pet project hjá einhverjum félagsbatteríum, sjaldnast... Og notaði áróðuskinni. Notaði áróðuskinni, já, sannarlega. Og sumir hafa meira að tjá sig að það sé ekki að áróðurinn gangi svolítið út í öfgar. Þar líka. Auðvitað gerir það er áróðustrið aðstæðar. Já, og verður svona... að sagan frosni svolítið, það verið að segja sömu, þetta verður eins og menningar eða svona bókmennagrein endurminningar flóttafólks frá norðurinu, það byrja að hljóma alltaf verða líkar og líkari, eða ekki? Jú, ég hef aldrei lagt í þessar bækur. Ekki nema að Þetta er nú það sem er gefið út á Vesturlöndum og dreift. Já. Ég veit ekki það, en mig grunar að þetta sé áróður, sko. Allavega áróðust tæki, en með sitt gildi kannski, og auðvitað eru þetta fallega sögur oft, eða átakanlegar og mannlegar, sko. En er þetta svona áberandi í umræðu í Suður-Kóreu að vera að tala norðrið, eða... Nei, þeir gleyma því alveg dagstæðlega. Já, og stórfréttir á Vesturlöndum ofta, bara einu svona enn í Suður-Kóreu og svo halda þær áfram. Og einmitt þetta með sameiningu, sko, það er engin að tala það nema sem langtíma markmið. Það er engin bjartsýnn á það. Sko. En það getur svo gerst hratt eins og dæmi Þýskaland. Við hefum ekki þurft að fara nema bara 3 ár aftur í tímann til þess að fólki hefur fundist svarað svipað og þú. Mikið rétt. Langtíma markmið, en kannski óraun eftir þetta gerist í okkar tíma. Já, það var í gaman. En hvernig það gerist og hvenar, þá verður það erfitt. Það er búið að sá ákveðnum fræjum mikilar gremju og allskýrs. Og náttúrulega það eru fordómar í Suður-Kóreu, gagnvart Norður-Kóreu búið. Er það sögulegt eða út af þessu ástandi sem er núna? Það er bæði. Það er nærvist aftur í tíman töluvert langt. Það var alltaf meira af ráða stéttin var meira beist í Suður-Kóreu alltaf og norðurinn var alltaf meira svona afskekt, ráslagalegt sveita, í raun og veru ræktaði hrísgrón fyrir suðrið og fleira slíkt, sko. Tölverðlitin á fólkið, svona, sögulega held ég, Þeir hafa alltaf sagt í Suður-Kóreu og ég held að þessi tölverð gamalt að það séu miklu fallegri konur í Norður-Kóreu. En svo er komið að eiginlega upp á spurningunni stöðu Kóreu sem er náttúrulega sérstök, sem er svona sérstakur bandamaður Bandaríkjanna við hliðina á Kína sem er náttúrulega með sína stærð en líklega bara efnahagslega yfirburði sem að bara smitar út allt í löndin í kring. Já, meina Kína eða Suður-Kóreu? Já, með Kína. Já, Kína, já. Það sem að drekinn vaknar að það verða allir varri við það og það nær alveg til Ástralíu og það bara verða alltaf hlutfallslega stærri og stærri hluti viðskiptanna verða við Kína og þar fyrir til göttunum og erfiðara fyrir ríkina einhvern veginn að neita sér það að taka þátt í vaxandi kínversku hagkerfi. Það getur verið bara ákvörðun það
að neita sér vöxt innan þess. Þannig að ég er að velta fyrir mig hver svona afstaða kóruumanna til Kína og þessa bandalags með Bandaríkjamönnum. Það sem ég heyri mest frá fólki í sambandi við afstöðuna til Bandaríkjahers og veru þeirra, og Bandaríkjana, er að þetta sé bara afskaplega unfortunate og leiðilegt situation og þeir vildu helst ekki hafa það hana. Verða að hafa það vegna þannig að kæmi Kína og tæki það? Já, verða að hafa það og það eru satt alls konar umræður í gangi það hversu mikið þeir verða það, hvort þeir ætti að taka það þessu sjálfur, hvort þeir gætu það. Það er líka mikil vitneskja hernaðaruppbyggingu í Norður-Kóreu, óútrennilega þeirra stjórnvalda líka. En já, mér fannst það að fyndi þegar ég var að tala við fólk í Suður-Kóreu. Þá annars vegar ef ég talaði við Bandaríkjamenn hvað þeim fannst þeir vera mikið góði gæðin að hjálpa og bjarga þeim frá því að vera allir á einhverjum undir kommunisma sem er alltaf hræðilegu hlutur, er það ekki? Já, þetta er ástæðan fyrir Kórustríð var það eins og Víetnamstríð. Akkurat. Já, meðan að ef þú talaði við Kórubúið það var að undantekningarlaust að þeim fannst þetta afskaplega bara leiðilegt situation að vera með þessa menn. Þeir höfðu náttúrulega líka ákveðina í gegnum tíðina hafa amerískir hermenn í Suður-Kóreu held ég haft svona ákveðið, þeir eru svolítið stikkfrí frá kórusku lögum líka og komist upp með ýmislegt og Þannig þegar þeir brjóta af sér að þá er það herinn sem að sinnir því en ekki Já, það er sem að lítur þannig, það er bara lögmál eiginlega hernámsliðs. Já, lög landsins eiga ekki við þá. Já. Þetta er nú bara einhverja sögur sem ég hef heyrt, sko, en ég veit ekki hvort þetta er ennþá, hvort þetta hefur eitthvað skánað, en En að því við fórum yfir í hernám Japana, er þetta svona þjóðisleg afstaða að við viljum ekki hafa erlendan her í okkar landi og við höfum að vera okkur sjálf? Eða er þetta byggt á svona heimsvalda brölti Bandaríkjanna og hvernig Bandaríkjamenn sjálfur eru? Já, ég held þetta sé fyrst og fremst að byggt á kannski þjóðerniskendinni og sjálfstæðisóskinni, jafnvel óskinni sameiningu og fleiri slíkum menningarlegu stolti sem er ekki endilega slæmur hlutur. En þeir eru líka vel meðvitaður heimsvaldabrölt Bandaríkjanna. Þeim finnst þeir ekki, held ég, þægilegir. En oft er Kórea og Japan styður Bandaríkin í alls konar hlutum. Ég held, þeir ekki meiri sem með einhver svona viðskiptaþvinganir á Rússa? Þekki það ekki. Ég þekki það ekki. Þeir taka oft þátt í, það er þarna austur frá, það er Kórea, Japan og Ástralía sem að skottast á eftir og er oft svona hluti vestur veldana. Já. Sem er mjög sérstætt, kannski fyrir Kóru og Japan. Akkurat. Að vera... Tævan er þarna kannski líka. Já, Tævan, já. Og einhver fleiri, en þeir eru náttúrulega kannski stærstir. Já. Er spurningin það? Já, ég er bara að velta fyrir mig hvernig þeim líður í þessu að vera einhver leyti fulltrúi Bandaríkjanna í Austur-Asíu. Á móti vaxandi veldi Kína. Óttast Kóruumenn vöxt Kína? Já, töluvert. Já, þeir gera það. Þeir hafa miklar áhyggjur af Tævan og ég heyrði mikið talað seinast þegar ég var í Kóreu. Það var á svipuðum tíma og það var mikið tjattað yfirvofandi innrás Rauða Kína í Tævan. Formósu og mér fannst flestum finnast það bara svolítið líklegt sem að já það er náttúrulega ég er ekki nógu mikil sérfræðingur í þessu kannski en það er lítil það er lítil traust við Kína hvaða máli skiptir það fyrir Kóruumenn hvort að við getum orðað að Kína saminist, að Kína er klofið, bæði í Tævan og í Kína eru þau algengari sjónarmiðin að það er að samina Kína. Tævan er að tilheyra Kína, það er bara misjafnt sjónarmið hvor stjórnvöldur er að vera við völd.
Suður-Kórea stendur með Tævan sjálfstæðis, eða ekki sjálfstæðis, eða það er að segja óbreyttu ástandi. Og Kína maður veit aldrei þegar þú ert að tala við Kína hvort það sé ekki bara því að það er the politically correct thing to say, sko, en það segjast náttúrulega alltaf auðvitað, Tævan okkar og verður það einn dag. Og stjórnvöld í Tævan sögðu þetta, það er reyndar einn flokkur sem byrjaður að tala fyrir bara sjálfstæði. Já. En valdaflokkurinn þar hefur alltaf haldið þessu fram að Kína ætti að saminast. Bara ekki eftir kommunismannum. Akkurat, og það er flokkurinn sem ég held að Peking sé sátt við, sko. Þeir mega bara ekki lýsa yfir algjöru sjálfstæði. Þeir mega ekki kalla sig neitt annað en þeir mega kalla sig lýðveldi Kína, sem sagt, Republic of China, en þeir mega ekki kalla sig neitt annað, Republic of Taiwan eða eitthvað svoleiðis. Það er svolítið fyndið. Þeir gera tilkattir stærra landsvæðis heldur en Rauða Kína. Stjórnin í Taipei. En það er náttúrulega bara þeirra, túlkun á. Þá ekki Kóreu? Ekki Kóreu, nei, en allarar Mongóliu, en til dæmis og fleira slíkt, sem var hluti af svona Qing keisaradæminu. Það er basically það landsvæði. Já, ef við vorum að tala um þetta. Með hvernig Kóreu líður í túngarði mest hraðvaxandi stórveldis sem að við getum bent á í fljótubræði. Já, það er óttablandin bara held ég markasíkja. Því þetta er náttúrulega bara mjög ludicrously mikil viðskiptatækifærum fyrir Suður-Kóreuna líka, sem þeir eru mjög duglegir að elta. Á sama tíma eru þeir endalaust að tala um menguruna frá Kína, sem að ég held að sé ekki lengur mikið til staðar. Mengurinn í Suður-Kóreu nú líka alveg kapitúlunda fyrir sig. Og hvað ætlaði ég að segja? Sem sagt Þannig að Kórumenn sogast raunverulega inn í vaxandi viðskiptaveldi Kína. Það væri eiginlega bara fráleitt að vera staddur þarna án þess að það hefði áhrif á bara verslun og viðskipti landsins. Akkurat, já. En þá það þessi tengsl við Bandaríkin hljóta alltaf að verða alltaf veikari og svona óljósari hvað þau eiga að ganga, sko. Bandaríkin geta ekki lofað þeim viðskiptum ef þau neita segjum að Trump, hann nú reynda búin að draga tilbaka þessa tolla á Kína vegna viðskipta við Rússlands, en ef hann myndi gera það, þá myndi hann neyða Evrópu til þess að gera slíkt í sama og Japan og Kóreu. Akkurat, já, þetta er mjög góð spurning. Ég hef ekki gott svar. En og Trump er náttúrulega búin að struka þeim vitlaust svolítið í Kóreu eins og annar staðar í heiminum og heima fyrir. Á tímabili þá komu svona þegar voru hótarinnar öll þess að háu tolla að þá heyrði maður svona eins og Kóreu og Japan væru eiginlega að stilla sig saman að reyna að finna einhverja betri samskiptaleið við Kína og maður var svolítið hissað þegar maður var að horfa á þetta, hversu fljótt það gerðist, að þegar maður myndi halda það þyrfti að sarga svolítið rækilega í öllu áður en að það kæmi. Já. En það bara var eiginlega bara komið leið, eitthvað svona vangavelta. Já, ég held að hún hafi bara verið kannski til staðar mjög lengi og bæði þessi lönd náttúrulega eru löngu byrjuð að hugsa út fyrir kassan þegar kemur að Kína og þetta sé eiginlega augljóst að þessi lönd munu verða í miklu meiri sambandu við Kína í framtíðinni. Já, og náttúrulega ennþá, og það er ekki að taka mikið af því tilbaka held ég það er nema að skaða efnahag Japan og Kína, Nei, og Kóreu. Kína getur aflust hrista af sér allt eins og allt slíkt, það er ekki vandamál. En já, þannig að ég held að þessar hugmyndir hafa alveg sveimir þá, þegar ég var bara í mínu BA-námi, þá var ég byrjaður að heyra talað um það, hvernig það var að díla við Kína og sem sagt mikið af umræðinu fjallaði um það að náttúrulega mikið af umræðinu fjallaði um það þá bjartsýni sem var þá lýðræðisvæðingu Kína og þannig að öllum fannst vera bara, mikla líkur á
góðu samstarfi. Sem er svona einkenni á einum einpóla heimi sem við vorum í, að öll ríki myndu hægt og bítandi þróast í áttinni að verða Bandaríkin. Já, einmitt. Erum við ekki öll þannig að við vaknaðum upp við vondan draum fyrir 2-3 árum og þetta var tálsýn? Já, kannski var þetta, menn voru að benda á svona að þetta gæti ekki gengið. Það voru deilur meðal annars það hvort að Kína gæti risið upp friðsamlega. Já. Það er svona þekktar deilur í alþjóðapólitíkinni. Já. Og þeir sem halda því fram að það geti ekki gerst. Eftir því sem að afl Kína verður meira, þá verður það meira óþolandi fyrir Bandaríkin, ógnin af Kína, að geta orðið að svona heimsveldi á sínu svæði. Og það var kannski eins og við vorum að tala um að myndi bara sogast löndin inn í áhrifasvæði þess. Já. Þannig að styrkur Kína geti orðið slíkur að þau getur byggt upp herafla eða stöðu í heiminum sem myndi ógna Bandaríkjunum á sínu svæði. Já. Þetta er svona gamla Monroe-kenningin. Já, það má ekki vera hérna á mínu svæði, það má heldur ekki vaksa upp annars þar til þess að geta orðið nú öflugt til þess að koma hingað. Já. Og þetta hefur verið svona vangaveltur að skiptir í lengu máli, þú veist, hvernig Kína vex og hvernig samskipti þeir eiga við sína nágranna. Það er ógnin sem að Bandaríkjamenn upplifa uppgangi Kína sem að mun leiða til hernaðar. Já. Akkurat. Já, þetta er náttúrulega rosalega mikið. Spennandi þessi staða Kóreumanna og Japana sem er einhvern veginn í liði Bandaríkjanna. En eru næstu því, það er náttúrulega mikil vöxtur líka í Malasíu, Indónesíu og öllum þessu löndum hann í kring. Já, akkurat. Þetta er náttúrulega mjög sérstakt að ég held að margar hátt sé bæði Kórea og Japan sérstaklega út af henni konfúsíusku hefðinni líka út af búddisma og fleiri menningarlegum þáttum, þá eru þeir á vissanátt miklu nær Kína heldur Vesturlöndum. Það er ákveðin samkennd sem er ekki kannski á sama plani og þessir pólitísku átök. Og mér finnst mér finnst að allt geti gerst í þeim efnum náttúrulega. Og pólitíkin kannski svona yfirborð og ef að það er mjög spennt og svona þá getur það haldið hinu niðri en leið og að undir kraumi svona breiðari elva sem að vill tengja þessi lönd frekar saman heldur en að slíta þau sundur. Það er vissulega alveg mjög sterk og þrátt fyrir fordóma sem að við töluðum bæði Ragnar og þú og ég í samvættu gagnvart Japana gagnvart Kóreubúum. Það er rosalega sterkt, það er rosalega ljótt og gengur seint að kannski upprætast. En þrátt fyrir það hefur alltaf verið meðal japanskra og kínverskra og kóreskra hugsuða fræðimanna mikið talað svona einhvers konar East Asian, það sem að stundum kallað á Vesturlöndum Seinosfer, að þetta sé svæði sem eiga að standa saman og hafi sín gildi og það vissulega hefur það, því að þarna kannski ég reyna þess að lauma heimspekin aftur inn í samtalið, en þú veist að síðan á tímaðina stríðandi ríkja, þarna basically 700 til 200 fyrir Krist, þá myndaðist í Kína heimspeki hefð sem að er vanmetin hérna á Vesturlöndum. Það er þarna bara mikið af hugsuðum og það er ennþá verið að þýða og melta og kynna þetta á Vesturlöndum þetta er kannski sterkara lím heldur en svona, átök í svona post-kolonial heimi sem eru núna að kristallast í þessu sem þú lýstir. Já. Það er við kalla það soft power sem hefur valdið því að samfélagin verða líkari, það eru menningar áhrif sem að breiðast út og líka út í tengslu við viðskipti. En svo ertu með svona hard powerið sem það vantar ekki upp á átökinu á milli þessara ríkja í gegnum tíðina. Nei. Og að þau vilji draga saman, að þá er líka, og eins og við þekkjum bara allstaðar, það eru nágrannarjurnar eru harðastar, grimmastar og getur verið mestu fólkskuverkin framinn bara næsta nágranna.
Já, vissulega. Og eins og, já, ég var kannski aðeins að reyna að milda þá hérna, það er náttúrulega voðalega, við þekkjum voðalega vel söguna um átökin og kyrraðastriðið eins og þeir kallaða þarna. Þegar að Japanir voru með sína útrennsustefnu, fleira í fortíðinni, bæði innrás Japana, nokkrar innrásir Japana á Kóruðuskaga, allskins stundum hjálpuðu Kína, stundum voru Kína með sína eigin markmið, auðvitað voru þeir alltaf með sína eigin, kannski hagsmuni í huga og þetta er undarleg saga. Stór skemmtilega að vísu, sannarlega. Ég get ekki, ég get ekki annað að sagt að kannski það vegna þess að ég er fræðimaður, ég er ekki stjórnmálafræðingur, mér er alltaf fundist þetta frekar leðilegt stöf, pínulítið, en auðvitað verður maður að taka það með. Og ég hef svona verið að velta fyrir mér í raun og veru, fordritum þeirra, ég er grúskari, en ég trúi á þetta afl sem ég er að rannsaka þarna. Það er menningarlegt afl sem að þó það sé ekki allt konfúsíusmi per se, þá er það, konfúsíusmi er svona, kjarnin í því. Og það er það sem heldur þessum félögum saman. Já. Ragnar lagði mikla áherslu á það í sambandi við Kína. Já. Og þá var alveg svið Japan og Kóru. Og svo er það líka þekking og hugsun sem að við höfum kannski gott að því að kynnast hérna. Heyrðist með þú verið að segja það? Já, ég man ekki hvort ég sagði það, en það endurspeglar alveg, mínar hugsanir. Já. Ég held að við höfum gott að því. Það er eitt í öll þessi lönd eru með svona, ég nefndi fæðingatíðin á hann, þess að fallið náttúrulega er eiginlega lægst í Japan af öllu löndum. Já. Og ef við fallið í Kóru og svo þekkjum við einsbarnsstefnuna í Kína, þannig að þar er aldurspíramídin á eftir að vera mjög skrítin, því að fólk lifi lengur og hvað af því að þetta er nýbyrjað að gerast hérna á Íslandi. Fallið fæðingatíðin mjög hratt á Íslandi og við erum bara orðin eins og Evrópuríkin voru fyrir kannski 25-30 árum, svona eins og Þýskaland, við getum farið að tala þannig, nema að það sem að aldurspíramídin hjá okkur er hins vegar mjög heilbrigður vegna fjölda innflytjenda. En ekkert af þessum löndum er hrifið af innflytjendum. Þau myndu ekki bjarga sér sérstaklega skakka aldurspíramída, það sem eru fáir að vinna fyrir mörgum, að það er bara eiginlega menningarlega innbyggt í þau bjarga sér ekki á innflytjendum. Já, það er nú er í Suður-Kóreu alveg töluvert mikið af giftingum, blue collar verkamenn, yfirleitt. Að þess að ég vilja vera ánum mikið af stereotypum í mínu máli heldur, en samt, að giftist konum frá Suðaustur-Asíu. Þetta er eitthvað sem... Svipað þykist þér? Já, mjög svipað, kannski stærri skalli. Það er mikið af farandverkamönnum í Norður-Kóreu. Suður-Kóreu? Segi ég, Suður-Kóreu. Og þannig að ég held að Þannig að það er öðruvísi viðhorfin í Kóru heldur en í Japan. Já, ég held að séu það. Það er alveg ótt að segja það. Og ég held að Suður-Kórea, þó þeir teljið sig vera svona one ethnicity og leggi mikla áherslu á það í sinni umræðu, þá verður þeir alls ekki, þeir eru alveg töluvert opnir fyrir innflytjendum. En það eru sjálfsögðu vandamál, sjálfsögðu alls staðar. En í Japan, hvernig? Þegar ég var seinast í Japan, sem ég nú kannski var svolítið langt síðan, þá fannst mér vera meira útlendingum á götum úti. Mér fannst japanski vinir mínir tala hvað þeir væru pirrandi. Ekki óvelkomnir, en meira svona bara að þeir kunninga manna sig. Og ég held að töluvert það hefur verið slakað á í innflytjendastefnu í Japan. Ég reyndar að svolítið bara að segja hvað ég held. Allavega með það sem var. Svo er drifin áfram náttúrulega í Japan. Ég held að ekki Japan að drífa áfram svona róbótavæðingu. Það er svona einhver hugmynd það að þeir geti bjargað sér bara með því að búa til róbóta. Jú, og Kínverjar líka ekki núna. Og þetta er
þetta ekki lengur vístaskálskapur. Nei, það að öreigar framtíðarinnar, þeir sem að vinna vinnuna fyrir okkur, að það verði æ meira vélar. Já, akkurat. Herðu, en afstaða fólks á þessum löndum til Evrópu. Ég spurði Ragnar svolítið það hver afstaða kemur til Úkraínustríðsins sem að taka bara svona dæmi eða við getum líka talað þjóðarmorðið á Gaza. Hver afstaða fólks í þessum löndum til hinnar gömlu Evrópu? Já, það var hárið sem hann sagði Ragnar það að þó hann hafi verið að tala kannski Kína þá að það væri svona þeir vilja fara og skoða rústir og fara til Vín og sjá evrópska menningu sko. Og þeir bera virðingu fyrir henni og þeir eru náttúrulega eiga sína eigin tónlistamenn oft og listamenn sem að vinna í þessum hefðum mjög færa. Ekki síst í klassíkinni en það líka stórkostlegir listamenn í myndlist og kvikmyndum, ég nefndi það áðan. Ég held að bara Akkurat. Það séu bara kvikmyndir í Kóreu eru öflugri heldur í Bandaríkjunum í dag. Já, einmitt. Það er allavega mjög öflugar og sannarlega þeir kunna til verka. Einmitt. Þannig að þeir horfa á gömlu álfuna, horfa á gömlu menningu. Já. En hvernig horfa þið á Evrópu nútímans sem eru bræðravíg í Úkraínu og Ég held að, nú hef ég ekki orðið var við neitt annað en svona kannski það sem að maður myndi segja þessa yfirborðskenda tjáningu á andúð á þessum harmleik sko, sem kannski svipað og hér á Íslandi, hún bara er ekki svo ólík, þeim finnst hún fjarlæg, þeir eru aðalega hræddir við Pútín. Já, ég veit. Og já, ég þekki bara ekki nógu vel. Rússneska heimsveldið sem að hefur gert strandtök í Asíu. Jú, einmitt. Já, ég veit ekki hvort þeir eru ennþá með, náttúrulega Japanin tókst að vinna sigra á þeim í upphafi 20. aldar sem að, ég veit ekki hvort það sé ennþá gremja eða hvernig það er allt saman. Já. Nei, þegar að kemur á þessu þá þekki ég ekki nógu vel almennusálitið til að segja neitt að viti. Ég skal bara viðurkenna það. Nei. En þetta er svæði það sem er reynir á í svona breyttum heimi, í breyttri heimsmynd. Og eins og við vísum í að snemma á þessu árið þá mátti heyra svona að það var verið að leita einhverju annarri lausn heldur en að halla sér upp að Bandaríkjunum. Samt líka fyrir ákvarðan eins og ég held að NATO sé búið að opna skrifstofu í Tókíó. Já, ég frétti það bara, voru þið ekki að tala um það? Þetta gerðist held ég fyrir 1,5 ári var samþykkt á NATO-fundi og þá mætti forsætisráðherra Japan á NATO-fund. Já. Og þannig þá var hugmyndum svona að NATO væri einhvern veginn, ég veit ekki hverju hugsunin að NATO verði með svona útibú sem varnarbandalag gegn vexti Kína í Austur-Asíu. Já, og æði NATO verið svolítið meiningarlaust. En það getur vel. Þetta er svolítið eins og að vera Ramones að koma eftir Pink Floyd sko, á tónleikum að vera að tala um stjórnmál eftir að Ragnar hefur verið að tjá sig mjög vel þetta. Hann er alltaf mjög færa. Ég myndi taka Ramones frekar heldur en Pink Floyd. Ég líka. Já, en og örugglega skemmtilega að vera Ramones heldur en Pink Floyd. Já, einmitt. Það er já. Já, ég er ekki góður í stjórnmálafræðinni, það er alveg satt. Ég er að pína þig að ræða út frá stjórnmálafræðinni. Þetta tengist náttúrulega svona, hvernig þjóðir og samfélög upplifa sjálfa sig. Hvar þeir líta á sem hlutur sitt og hvar eru eðlilegu bandalög. Og einhver leyti ert þú að tala inn á það að í svona menningarlegu tilliti þá sé ef ekki væri fyrir raunverulega og kannski svolítið uppdiktuð stríð og átök að þá með vexti Kína þá ætti Kórea og Japan
að Kína ætti að vera langstæðsti viðskiptavinur og menningarlegu tengslin ætti að vera þar. Já. En einhver leyti eru alþjóðlegir hagsmunir í alþjóðlega stjórnmálafræðinu að reyna að toga þessi lönd í sundur. Já. Það megi ekki falla saman. Það vissulega kannski mín skoðun og kannski svolítið jafnvel von eða draumur að það sem er dásanlegt í kínverskri heimspeki og menningu þú veist, muni halda áfram að vera ákveðið lím í Austur-Asíu og þessi lönd geti lifað saman. Við vitum náttúrulega ekkert hvað framtíðin byrja skautið sér en Ragnar dró svolítið þær ályktanir að út af þessari speki og menningu að þá væri það bara ekki í eðli Kína að ráðast á hann til þess hafnaði innrás í Tævan. Ég er eiginlega sammála því. Ég hef ekki grannskoðað Tævan málið undanfarin ár en En það var stefna sameiningu en hún verður með einhverjum hætti en hún verður að vera friðsamleg og þannig að það sé ekki stríðsástand eða hernám eða eitthvað slíkt, það veri bara aldrei til hagsbóta fyrir Kína, væri bara harmleikur og ættum ekki að stefna því. Jú, og ég held að Kína fengið alveg nóga harmleikjum á 20. öldum. En samt náttúrulega eru nokkra kynslóðir liðnar og alveg eins og við verðumst aðeins vera að gleyma styrjöldin í Evrópu seinni heimsstyrjöldinni að þá er kannski orðin farið að líða svolítið langur tímið þarna og bilið á milli margra þjóða þarna farið að aukast og þá er ég að tala um bilið sem er út af ideológíum hægri og vinstri eða félagshyggju og kapitalisma en já ég held að þessi grunnur sé til staðar og það er alveg möguleiki að þeir falli svolítið, þeir fari nær Kína í framtíðinni og einmitt, ég veit ekki hvort það kom vel fram líka hjá Ragnari en með lýðræðis jú, hann talaði alveg um það sko, hvernig Kínverjar horfa á lýðræðisvæðinguna sína það er að, þú veist, þeir vilja ég held þeir sjá alveg hvað það gengur brösulega alls staðar í heiminum og þeir vilja bara gera það á sínum eigin nótum. Þeir vilja ekkit setja á eitthvað vestræna fyrirmynd bara 1, 2 og 3 sem er náttúrulega bara skynsamlegt. Og byggja á svona hefðum í þorpinu hvernig fólk talar sér niður á niðurstöðu og hann nefndi það, þessi svona ringhús sem eru líka til dæmis í Afríku og þar heyru líka að við verum að byggja lýðræðið og okkar grunni. Þetta sér maður endurspeglast alveg bæði í Suður-Kóreu og Japan á þann hátt að jafnvel hægri menn í þessum löndum finnst mér vera töluvert miklir félagshyggjumenn í raun og veru. Það er meiri ábyrgð gagnvart samfélaginu. Ekki eins og hér að þar bera menn bara ábyrgð gagnvart hluthafanum. Já, og meðvitund það að þeir eru jafn háðir neytandanum og hinu allir, sko. Já, kannski mest. Já. Kannski svo útgerðarmenn voru fyrir kvótakerfi þar sem við voru háðir þorpinu þar sem við gerðum út frá. Já. Við getum tekið svona dæmi eins og Einar Guðviðsson í Bólugavík sem var því heilbrigðari sem þorpi var líklega þá betur stóð hann sig. Já. En svo þegar kvóti kemur og þetta verður svona fjármálavætur business þá svo sem á kvótan ofta ekki bara tengstur þorpinu og getur selt kvótan frá því og orðið. Já. Þannig að þessar rætur þeirra sem eru að reka viðskipti í þessu löndum eru dýpri inn í samfélaginu en það kannski styttra síðan að þau voru í eins og við tölum herforingjastjórnun í Kóreu sem er í svona nation building að byggja upp eitthvað samfélag, byggja upp framtíðina fyrir okkar samfélag. Já. Þetta er nærðir í tíma heldur en kannski í Evrópu sem að eftir nýfrjálshyggjuna hefur þetta ekki verið línan sko. Þetta eru innviðir hér að hrörna og grunnkerfi og út á hugmyndunum það að eina skylda þess sem er að reka business er að skila eiganda fyrirtækisins arði. Já. Og það sé hinn guðlega verkefni og það muni leiða til besta samfélagsins. Já, þessi svona blindi fjármálavæddi kapitalismi í þessum viðskiptablokkum sem eru bæði í Japan og Kóreu að hann er ekki eins svona kaldranalegur eins og hann er oft á Vesturlöndum.
Hann undir sífelldri gagnrýni og þeir eru alltaf að gera einhver blöndur sem að almenningsálitinu líkar ekki. En þetta furðuleg fyrirbrigði sem eru þarna þessi stóru viðskiptablokkir. Einmitt. Ég held að ég sé ekki að rugla neitt ef ég segi blákalt að þær eiga sér rætur aftur í tíman þegar að nýlundu tíman svo kallað, þegar að Kórea var undir japanskri stjórn, var hluti af japanska keisaradæminu. Þá voru mynduð alls konar sambönd sem að enn þann dag í dag haldast í þessum, þeir kalla þetta chaebol í Suður-Kóreu. Ég veit ekki alveg hvað góða íslenska orðið vera, eitthvað svona conglomerate, mega corporation, sko. Þeir eru og Saibatsu kalla þeirra í Japan. Svo ríki ríkinu. Já, algjörlega, já. Og eiga einhvern veginn sínar eigin, þú ert bara í liði og... Já. Og tekur að þau kannski skildur þorpsins hvert starfsfólkinu og þetta er öðruvísi fyrirbrigði heldur en svona vestræn fyrirtæki. Það er þessi konfúsíuska vitund, held ég, andi hans svífur ennþá við vötnunum hann, bara töluvert mikið og það er ekki slæmt mál, ekki á allan hátt. Ég er ekki með óblendnar tilfinningar gagnvart konfúsíusma, sko, hann hefur alveg staðið fyrir ljótum hlutum í gegnum söguna, sérstaklega hvað varðar stöðu konunar er alveg bara hræðilegt að lesa bækur, maður verður að minna sig á, ok, þetta var skrifað á 10. öld, það voru aðrar aðstæður já, en það hefur margir glæpi verið framdir í hans nafni. Já, algjörlega, já, en það hendir besta fólk. Já, en líka Jesús og Má og tala nú ekki um. Það kannski fæ ég bara seinna ef þú vilt að koma og þá getum við bara að tala um Konfúsíus. Já. Og kínverska heimspeki. Það gæti alveg verið gaman. Ég er ég er nú reyndar alltaf pínlítið að leita tækifæri til þess að tala um bókina sem ég er að rannsaka, I Ching, en ég veit ekki hvernig það gengur, hún er voða flókin. Hver veit? Höfum það bara opið. Ég vona að það hefur verið notært. Já, takk hérlega. Takk hérlega fyrir að hafa mig. Takk fyrir að koma og við ætlum að halda þér áfram með rauðaborðið. Ég held að við séum að leiðin til Afríku. Öflugur og ódýr auglýsingamiðill 40.000 manns sjá eða heyra þætti samstöðvarinnar í hverri viku. Ef þú vilt auglýsa, sendu póst á samstöðin@samstöðin.is.